Þeir Geir Haarde forsætisráðherra og Steingrímur J Sigfússon formaður Vinstri grænna mætast hér eftir augnablik en því haldið fram að ríkisstjórnarsamstarfið hangi á bláþræði milli Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. Við skoðum einnig atburði næturinnar og dagsins við Alþingishúsið og ræðum við tvo menn sem telja að lögregla hafi beitt þá miklu harðræði en annar þeir handleggsbrotinn og segir lögreglu hafa lamið sig með kylfu og sparkað í sig. Spyrjum einnig Stefán Eiríksson út í þessi tilvik og aðgerðir lögreglunar síðustu daga. Við skiptum einnig niður í Þjóðleikhúskjallara en á eftir hefst fundur stjórnar Samfylkingarinnar í Reykjavík. En áður en við ræðum við þá Geir Haarde og Steingrímur J Sigfússon skulum við líta á mótmælin frá því í gærkvöldi og í nótt en Helgi Seljan, Steingrímur Dúi og Egill Eðvarðsson fylgdust með þeim. Það byrjaði frekar rólega fannst mér. Það er svona, já, kannski ekki alveg sömu hörku og endaði í. Þannig að þetta er búin svona hæg, svona einhverjum stigvögnun. Hvernig fannst þér þessi átök sem voru í dag? Því þetta var auðvitað ekkert annað en á tímabili. Hvernig orðið þetta við þér? Þú stóðst nú framarlega þarna. Bara eins og það hefur verið hingað til svo sem, ekkert nýtt í því fannst mér. Heldur þetta hafi einhver áhrif? Ég held að það er mest ótrúlegt ef Geir Haarde, Davíð, Ingibjörg einhver þeim sem stjórna vakni bara á morgun mæti vinnu sem dæmi og er bara búið að rífa þetta greinitréð og allt í rugli og þau hugsa ekki með sér, kannski ekki að fara að breyta einhverju og hlusta á þessa hóp af hagfræðingum út í heimi sem er að gráðbyggja Íslendingum að gera einhverjar breytingar. Ég vona það, mér löggan standi sig mjög vel, alveg. Ég átti vona að hún myndi bara hlaupa og nota kylfur á það þegar þið rifinu tréið og svona. Auðvitað náttúrulega eru undantekningar. Klukkan er núna 12:30 og eins og við sjáum þá standa lögreglumennirnir ennþá vakt hérna fyrir framan húsið. Þeir eru nýbúnir að færa sig svona einu skrefi framar til þess að ná smá svæði í viðbót. Kristján, teljið ykkur að fulla stjórn á ástandinu sem búið að vera hérna í allt kvöld? Kannski svona viðunandi, það er kannski spurning með fulla stjórn sko. En við teljum okkur að bregðast aðstæðum. Þannig hátt sem við mötum skissalega. Það var beitt kylfum hérna í kvöld í fyrsta skipti. Getur verið þá metið að þannig að ástandið hafi aldrei verið eins slæmt eins og hérna seinnipartinn í dag þegar það gerðist? Ég get svo sem ekki tjáð með það, en við mátum ástandið það slæmt allavega í dag að við ákvæmum að nota kylfur. Slys á lögreglumönnum í dag, voru þau ykkur? Já, það eru nokkru lögreglumennir sem var að slasast. Alvarlega þó? Nei, ég held að sem minni áttari. Ég þarf ekki alveg að fara með hvað það er, bara veit það ekki. Ég kom inn bara hérna að taka við að konu minni, hún er búin að standa vaktina í dag og í kvöld og síðan þegar hún fór að passa þá gæti ég tekið við. Hvað heldur að þetta sé eitthvað að fara að skila sér þessi langa að vera hérna fyrir undan þinghúsið núna? Ég vona það. Ég meina þetta er svo rosalega sterkt merki til ríkisstjórnar sem telur skynsamlegast að vera að ræða áfengissölu í verslunum og sumareksam í hestum eða eitthvað þannig á þessum tíma þegar þeir eru búin að fokka málum svona mikið upp. Það hlýtur eitthvað að fara að gerast núna af því að þetta getur bara versnað og aukið sko. Stjórnmálamenn vita það líka. Þetta er fólk á öllum aldri og úr mismunandi flokkum jafnvel. En skilaboðin eru sömu að ríkisstjórnin segja sér. Já, mótmælendur byrjuðu á því að safnast saman fljótlega eftir hádegi í dag, mættu fyrir framan Alþingishúsið og svo færði hópurinn sig yfir að stjórnarráðinu þar sem gerður var aðsúgur að Geir Haarde. Við skulum líta aðeins á atburði dagsins.
fór svona bara eitt minni að kvissast út að hér ætti að vera fundur í Alþingishúsinu klukkan 3, korter yfir 3 held ég, og það ætti síðan að vera þingfundur í byrju framhald af því. Ég veit ekki hvort þetta sé rétt eða rangt ennþá, en við ákveðum að koma hingað. En þá er Jarðarförum bara ennþá í fullum gangi, en við ákveðum að hafa bara þögul mótmæli þangað til að henni lýkur. Ríkisstjórnin fallin. Ertu viss það? Já. Hvaða fréttir ekki núna þá bara hún fallin. Hún fallin. Þetta búið. Steingrímur J. Sigfússon og Geir Haarde verið velkomnir. Takk. Geir, við skulum kannski bara út frá þessum myndum, það lítur einhvern veginn út fyrir að landið sé svona á barmi þess að vera stjórnlaust. Er ekki ábyrgðarhluti af ríkisstjórnin að sitja áfram þegar svona ástand á götum borgarinnar? Ég held að væri ábyrgðarhluti að víkja sér undan því að taka á þeim vanda sem við að fást í þjóðfélaginu núna og stefna hér í stjórnarkreppu sem að myndi þá bætast ofan á þá efnahagserfiðleika sem við erum að fást við. Alþingi var kosið í kosningum fyrir 1,5 ári síðan eða svo. Þingmenn hafa umboð sitt þaðan. Ríkisstjórnin hefur meirihluta. Hitt annað mál, og meira að segja mjög öflugan meirihluta, hitt annað mál að stjórnmálamenn eiga aldrei að útiloka að kosningar geti orðið fyrir heldur en að kjörtímabili segi til Ég tel ekkit óeðlilegt við það að menn velti því fyrir sér að kosningar verði fyrir heldur en í árið 2011, til dæmis næsta vetur. Þá erum við komin í gegnum helsta björgunarstarfið og þá verður líka komin fram rannsóknarskýrslan sem að nú verið að vinna á vegum Alþingis. Þannig þið finnst ekki boðlegt að kjósa fyrir þann tíma? Ég held að það væri hættulegt vegna þess að þá vinnst ekki tími til þess að gera það sem gera þarf í bönkunum, að koma bönkunum í starfhæft ástand forsenda fyrir því að atvinnulífið geti blómstrað og það forsenda fyrir því að hér kom ekki til enn meira atvinnuleysis heldur en að þó að gerast. Þannig að ég held að við varum að stefna hér í heilmikið efnahagslegt öngþveiti með þessu, þó að vissulega getur maður skilið það að stjórnarandstaðan vilji kjósa sem fyrst. Já, hvað segir þú við þessu, Steingrímur? Finnst þér þetta hljóma sem röksemdafærsla að hér geti verið verra efnahagsástand ef að verið kosið mjög fljótlega? Ég sammála forsætisráðherra það að það óheppilegt og afar skaðlegt að það ríki langvinn stjórnarkreppa í landinu og þess vegna þarf að kjósa. Núverandi stjórn í upplausn og óstarfhæf og það mikill misskilningur að ástandi geti versnað frá því sem nú eins og við sjáum. Allavega gagnvart þjóðinni, þá augljóst mál að krafan breytingar, kosningar orðin svo sterk að ég veit eiginlega ekki hvað þarf til og hvernig ósköpunum á að koma henni á framfæri ef að ástandið í þjóðfélaginu þessa dagana dugar ekki til. Það mikill misskilningur að það þurfa að þýða einhverja upplausn í stjórn landsins þó menn komið sér saman að tímasetja kosningar innan tiltekins og ekki langs tíma og menn gangi frá stjórn landsins á meðan á tiltekin hátt. Menn geta saminast og samið stutta en snarpa kosningabaráttu. Að mínum að þetta sjálfsagt að gera það í ljósi aðstæðna að flokkarnir saminust að hafa þá kosningabaráttuna stutta og þegar svo komið að þingmenn og jafnvel ráðherrar annars stjórnarflokksins tala dag eftir dag það að það verði að kjósa í vor og stjórnarandstaðan sameinuð vill kosningar, þá skil ég nú ekki að forsætisráðherra skuli tala eins og hann gerir að reyna endalaust að ýta þeim möguleik einhvern veginn frá. Já, ber þessi ríkisstjórn ekki einhvern veginn feigðina í augunum? Ég meina það tala allir eins og hún sé bara að deyja í kvöld, morgun eða hinn. Ég veit nú hvort að það er rétt en ríkisstjórnin náttúrulega í miðju kafi hér í miklum björgunarleiðangri eins og formaður Samfylkingarinnar hefur kallað það og það mjög mikið atriði að sá leiðangur heppnist. Við erum með sérstaka efnahagsáætlun í samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn sem að Steingrímur og hans flokkur voru nú alveg á móti. Sú áætlun gengur ágætlega en það þarf að endurskoða hann á 3 mánaða fresti. Það má ekkert út að bera í þessu til þess að
að hlutirnir fara ekki á þann veg sem ég var að lýsa á. En þegar að fólk í nánast blóðugum mótmælum á götum úti, það er verið að ráðast að Alþingishúsinu. Við höfum dæmið það að það er ráðist inn á lögreglustöðvar, óánægjan er svo gríðarleg og krafan svo hávær kosningar. Er það ekki bara afneitun að segja að ástandið yrði verra ef farið yrði að vilja fólksins? Ég veit nú ekki hver vilji fólksins er nákvæmlega í þessu. Er hann ekki alveg augljós? Þetta er náttúrulega stór hópur sem er að mótmæla þarna, en það er auðvitað mjög óviðeigandi hvernig fólk er að grýta Alþingishúsið og stjórnaræðið og svo framvegis. Er ekki meira óviðeigandi að skella skollaeyrunum við þessu fólki sem er búið að missa störfin sín sumt hvert, sem er búið að missa stóran hluta af tekjum sínum, sparnaði? Er það ekki meira óviðeigandi? Sko, það hefur orðið mikið áfall í þjóðfélaginu og það var ýmsir orðið fyrir barðun á því. Það var margir tapað sínu sparnaði í hlutafé, einhverjir hafa tapað peningum í peningamarkaðssjóðum og einhverjir eru því miður að missa vinnuna. Það verður að gera allt sem hægt er til þess að rétta þetta af og ég held að bæta stjórnarkreppu ofan á það sem nú er í gangi væri óráð. En eins og ég sagði áðan, það er ekkert sem mælir í móti því til dæmis að kjósa á næsta vetri þegar við erum komin í gegnum þennan leiðangur. Já, sko, ég held að misskilningur forsætisráðherra liggi í því að það er stjórnarkreppa í raun og veru í landinu. Ríkisstjórnin virðist vera meira og minna óstarfhæf. Það skynjar öll þjóðin óróleikann milli stjórnarflokkana og jafnvel innan þeirra. Ríkisstjórnin verður einnig að horfast í augu við það og hún hefur haft yfir 100 daga til að bregðast þannig við áföllunum að þjóðin væri að minnsta kosti sæmilega sátt við það. Það hefur mistekist. Þegar við hlustum á kröfurnar úr hinum sögulegu fjölda mótmælum sem tugir þúsunda Íslendinga hafa núna tekið þátt í allt land, þá eru þær lýðræðislegar og sanngjarnar. Þær eru upplýsingar, þær eru opin og heiðarleg vinnubrögð, þær eru ábyrgð, þær eru að menn axli ábyrgð og þær eru lýðræði, kosningar. Í engri þessari kröfu hefur í ríkisstjórninni tekist að mæta þannig að þjóðin sé sátt við. Og svo vil ég segja vegna þess sem að forsætisráðherra sagði hér aðgerðirnar sem slíkar og mótmælin, ég tel það aðdánarvert hversu vel þetta hefur í það heila tekið gengið ennþá. Það skuli ekki hafa orðið nein alvarleg slys og þetta skuli að langmestu leyti hafa farið friðsamlega fram. Ég tel að þjóðin eigi hrós skilið fyrir þá yfirvegun og æðruleysi sem hún hefur sýnt og lögreglan. Ég tel að bæði mótmælendur og lögreglan hafi staðið sig afar vel við þessar erfiðu aðstæður án þess að ég sé þá að taka afstöðu til einstakra tilvika á báða bóga. Einstakra atburða þar sem mótmælendur og eða lögreglan hafa lent í átökum. En þegar við erum að hlusta á fréttirnar í dag og í gær, þá fer ekkert hjá því að það eru brestir í stjórnarsamstarfinu. Það eru meira að segja fréttir af því líka að Samfylking og Vinstri grænir séu farin að ræða saman, að minnsta kosti óformlega. Framsóknarflokkurinn er búinn að bjóðast til þess að leggja í púkið þar. Þú talaði við Ingibjörg í dag. Sammæltust þið það að þessi ríkisstjórn myndi halda áfram? Ég gat ekki með nokkru móti skilið það á formanni Samfylkingarinnar að hugur hennar stæði til einhvers annars. Þannig að Samfylkingin er ekkert að fara að slíta þessu stjórn? Ekki svo mér sé kunnugt en ég get hins vegar vel skilið það að nýr formaður í Framsóknarflokknum vilji gera sig gildandi og það er ekkert skrítið þó að hann komi á skömmu eftir að hann tekur við með eitthvað útspil í þessa veruna. En ég vil aðeins svara Steingrim út þetta spurningin upplýsingar og opin og heiðarleg vinnubrögð. Það hefur ekkert skort upp á opin og heiðarleg vinnubrögð af okkar hálfu. Það má vel vera að við höfum ekki staðið okkur nú vel í að koma upplýsingum á framfæri. Þó erum við með til dæmis heimasíðu sem heitir Ísland.is þar sem að allar upplýsingar eru mjög aðgengilegar. Þetta er nákvæmlega það sama og þið sögðu strax og þetta er nákvæmlega það sama og þið sögðu. Það er ekki sögðu upplýsingar, það er einnig reyndar það. Nei, en þið játuðu það sjálfur að þið kæmið ekki upplýsingun og skýrt til skila til almennings skömmu eftir að bankarnir féllu. Þið eruð ennþá að tala um þetta núna. Þegar þið náðu ekki einu svona bæta upplýsingaflæði, hvernig getið þið þá verið trúverðugir í því að vera að gera eitthvað við þetta? Það eru bara hlutir að gerast mjög hratt og fólk er með alls kyns spurningar. Tökum til dæmis þessar fréttir sem er að berast innan úr Kaupþingi. Það sem að vakna alls kyns spurningar það hvort það hefur verið stunduð ólögmæt starfsemi eða ólögmæta lánveitingar. Haldið að fólk verið ekki reitt, auðvitað, og fólk spyr spurninga. Við höfum ekki svörum þessum spurningum, en fólk beinir auðvitað spurningum sínum að okkur og gremju sinni og reiða að einhverju leyti að okkur eða telur að það hefur verið misnotkun og misfarið með fé í bönkunum. Allt þetta verður rannsakað í þessari rannsóknarnefnd sem Alþingi hefur sett á laggirnar. Sérstaklega saksóknarinn tekur allt sem telst ólögmætt til athugunar. En það er ekkert lögmál að sama ríkisstjórn þurfa að sitja á meðan. Allir verða látnir sæta ábyrgð. Já, en það er ekkert lögmál að sama ríkisstjórn þurfa að sitja á meðan.
Nei, en ég held að sé mun heppilegra að þessi rannsóknarskýrsla liggi fyrir og þá getur menn verið búin að gera það upp við sig hvar ábyrgðin liggur í þessu máli því hún liggur á fleirum en einu stað. En ekki bara staðreyndin svo að þér finnst heppilegast að Sjálfstæðisflokkurinn sitji áfram frekar heldur en að sleipa öðrum að? Ertu ekki að hugsa flokkshagsmuni og þína hagsmuni sem formaður Sjálfstæðisflokksins frekar heldur en hagsmuni þjóðarinnar? Ég hef nú enga persónulega hagsmuni af þessu máli. Og hef ekkert leyfi til þess að taka flokkshagsmuni fram yfir þjóðarhagsmuni. Ég er búinn að fara mjög vandlega yfir þetta mál á þessum 100 dögum sem liðið hafa frá því að þessir skelfilegu atburðir urðu. Þeir eru reyndar ekki einsdæmi hér, þeir eru að gerast út allan heim. Horfið á fréttirnar frá Bretlandi. Og ég spurt sjálf með þeirra spurningar, alveg sem ég sagði í mínu áramótaávarpi, gerði maður einhvers staðar eitthvað sem hefði verið hægt að gera öðruvísi. Ég held að þegar þangað sem komið var í lok september, þá réðu íslensk stjórnvöld ekki við þetta mál. Það var alveg sama hvað gert hefði verið og sama að segja stjórnvöld svo víðum heim. Þess vegna allt í uppnámi í fjármálakerfi heimsins. Mér langar, mér langar að því að ég byrjaði á því að spyrja Geir út frá ástandinu eins og það er í dag. Já. Þú ert að tala allt þurfa að vera opið og upp á borðinu. Af hverju segir þú þá okkur ekki bara heiðarlega hvað er búið að semja milli ykkar Samfylkingar og Framsóknarflokks? Ekki neitt. Og það er búið að semja eitthvað, ég hef heyrt það í dag. Nei. Milli okkar og Framsóknarflokks? Já, og Samfylkingar. Nei. Það sem hefur gerst í því er það að við höfum áttum ágættan fund í dag, ég og formaður Framsóknarflokksins. Og þannig að hann lét mig vita því hvað væri í vændum í þeirra flokki og hann ætlaði að bera upp fyrir sinn þingflokk og ég tók því auðvitað vel og fannst þetta eðlilegt og mörguleyti skynsamlegt útspil hjá Framsóknarflokknum. Sérstaklega fagnaði ég því að þar með væri Framsókn af fullum krafti komin með í kröfuna kosningar. Ég hef engin samtöl persónulega átt við neina forystumenn í Samfylkingunni. Það kann að vera einhverjir einstakir þingmenn hafi talað saman, en ég hef ekki gert það og ég geri það af yfirveguðu ráði. Mér finnst það ekki við hæfi fyrr en að ríkisstjórnin og stjórnarflokkarnir hafa bara gert þetta upp við sig, hvort ætla að reyna að halda þessu áfram eða ekki og sérstaklega eru þetta boltinn hjá Samfylkingunni. Það er alveg ljóst að hún er orðin mjög biluð og kjarklítil í að halda þessu áfram og kröfurnar þar mjög háværar að slíta stjórnarsamstarfinu og kjósa. Þetta blasir bara við. Við lesum blaðagreinar, við heyrum í fólki. Þetta er á dagskrá fundar í kvöld hjá stærsta samfylkingarfélagi í landinu. Ástandið á stjórnarheimilinu. Þannig að svarið er þetta og það er algjörlega rétt og heiðarlegt. Ég hef ekki átt nein samskipti við forystumenn Samfylkingarinnar og eingöngu þennan fund með formanni Framsóknarflokksins. Það er oft talað um það að það séu 3 stjórnmálaflokkar sem að beri pólitíska ábyrgð á þessu hruni. Það sé Sjálfstæðisflokkur, Samfylking og Framsóknarflokkur. Hver er trúverðugleikinn í því að Sjálfstæðisflokkurinn fari út og þið allt í einu hoppið upp í með Samfylkingu og Framsókn sem að hafa stjórnað með Sjálfstæðisflokknum þennan tíma sem að þið vilji meina að sé ábyrgðar tími í íslensku samfélagi? Það er hárrétt. Við höfum mikla sérstöðu að þessu leyti. Við höfum sannanlega ekki komið að stjórn landsins á þeim tíma þegar að undirbyggðust þeir skelfilegu atburðir sem hér hafa orðið og við gerðum auðvitað meira en það því að við vorum helst í gagnrýnandi þeirra stefnu sem nú er hrunin og við lögðum til aðgerðir þegar hlutirnir voru sjáanlega að fara úr böndum hér strax frá árinu 2005. Þannig við höfum í þessu efni mikla sérstöðu og það má kannski helst segja að hluti Frjálslyndaflokksins, sá sem hefur verið þar frá upphafi, sé að þessu leyti sömu stöð og við. Það sé Guðjón Arnar Kristjánsson og hans menn. Það sem ég kannski að spyrja um það, ef þessi ríkisstjórn er ekki að bera ábyrgð og Sjálfstæðisflokkurinn er ekki að bera ábyrgð, þið viljið henda honum út til þess að vinna með hinum sem að bera ábyrgð. Við höfum tekið það alveg skýrt fram. Okkar krafa eru kosningar eins fljótt og mögulegt er að koma þeim við og við ljáum ekki máls á stjórnarþátttöku nema sem bráðabirgðaráðstöfun þá til að fara með málin fram að kosningum. Og það er engin vandamál því samfara og það er eiginlega dapurlegt að heyra Geir H. Haarde hér, forsætisráðherra, nánast reyna að nota hræðsluáróður eins og það bíti á þjóðina við þessar kringumstæður að það fari hér alltaf vonarvöl og í upplausn og kreppu ef að þessi ríkisstjórn heldur ekki áfram sem að ber mikla ábyrgð á aðdraganda óskapanna í haust og síðan úrvinnslunni og hefur haft meir en 100 daga eins og ég sagði áðan til að reyna að vinna þannig úr málum að þjóðin væri sæmilega sátt við. Það hefur mistekist, það er staðreynd. Það bara endurspeglar andrúmsloftið í þjóðfélaginu. Ég hef farið mjög mikið út á fundi, alveg frá því í október, verið á tugum almennra stjórnmálafunda vítt og breitt landið og ég hef upplifað það mjög sterkt hvernig andrúmsloftið hefur breyst úr vonbrigðum, áfalli og öryggisleysi í október yfir í svona gremju í nóvember, desember og reiði nú í janúar.
og þetta verða menn að fara að horfast í augu við. Ríkisstjórnin búin að missa tökin á ástandin í þjóðfélaginu, algerlega, og hún endurheimtir það ekki með einhverjum hræðsluáróðri, Geir, eða einhverjum svona málflutningi gagnvart því að við þolum ekki að leyfa lýðræðinu að hafa sinn gang og kjósa. Hvað myndir þú gera við efnahagsáætlunina sem unnin var í samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn ef þú kemur nú í ríkisstjórn? Þeir koma hér í miðjum næsta mánuð, ekki satt? Jú. Já, þeir munu væntanlega hitta þá ríkisstjórn sem þá situr í landinu og ræða við hana. Hún kann að hafa einhver leyti aðrar áherslur en sú sem nú situr. Þá ræða með það. Myndirðu vilja slíta þessu samstarfi? Ég hef enga trú á öðru en Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi skilning á því í lýðræðis- og þingræðisríki ef að þær aðstæður skapast að það hefur verið boðað til kosninga og þá að kjósa nýja ríkisstjórn innan mjög skamms tíma. Valla setur Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn það skilyrði að þetta skiptir miklu máli. Geir H. Haarde reyndi hér í nóvember, desember að nota þetta sem rök gegn kosningum. Það var ekki hægt að kjósa vegna þess að við varum komin í samstarfi Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Átti þá Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn að fara að ráða örlögum í stjórnmálum í Íslandi? Nei, takk. Og það er alveg á hreinu að þeir munu hafa skilning á því að við þurfum hér kannski 6-8 vikur til að kjósa og síðan kemur ný ríkisstjórn sem tekur í taumana. En á hverju talar þú svona, Geir? Þetta ekki eins og þessi eitthvað skilið á hálfu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að sjálfstæðisflokkur í stjórn og Geir Haarde sé forsætisráðherra. Auðvitað ekki, það fáránlegt. Þeir skipta sér ekki að pólitík þar sem þeir eru að störfum. Nei, þá er þetta bara þannig vandamál. Nei, vandamálið það að Steingrímur J. og hans flokkur vildi alls ekki fara þetta samstarf og ég að spurja hann allar að fá að slíta því, skila láninu og leita á einhver önnur mið með úrlaust mála. Við erum komin þarna ágætlega á veg með þessa áætlun. Það vísi ekki langt en það hefur miðað í rétt átt. Ég tel að það veri mikil ábyrgðarhluti að hætta þessu samstarfi. Það er auðvitað hægt ef að pólitíkin ákveður það hérna á Íslandi. En þetta er svona dæmi hluti sem eru komnir af stað og verða að fá að halda áfram. Og annað er náttúrulega það að koma fótunum almennilega undir bankana til þess að þeir geti elt atvinnulífið og veitt í nauðsynlega þjónustu. Það er mikið kvartað undan því að bankarnir séu ákvörðunarfælnir og þeir geti ekki risið undir sinni ábyrgð. Það geta aðrir runnið þetta líka, heldur þú? Sko, það má vel vera að það sé hægt, en með að það er fullkomin pólitísk óvissa og enginn til að taka ákvarðanir á vegum ríkisstjórnarinnar, þá gerist ekki neitt. En óvissan er núna því að þú situr þetta ekki? Nei, ekki út af þessu. Ef það er pólitísk óvissa og ekki vera að bíða eftir því að það kom einhver ný ríkisstjórn eftir kosningar, þá gerist ekki neitt. Það er það sem ég óttast. Sko, þetta er nú ekki beinlínis að ganga þannig, hvorki að koma bankonum á legg eða aðgerðir til stuðnings atvinnulífinu, barátta gegn atvinnuleysi eða annað, að þetta séu mjög sterk rök. Sko, ef þetta væri að ganga virkilega vel, ef við sæjum það að þessi hlutir væri á fullri ferð, ef við sæjum að það væri verið að taka markvissar og einbeittar ákvarðanir, ég held að séu nú fleiri en bankarnir sem séu svolítið ákvarðanatöku fælnir, þá væru þetta gild rök og þá myndum maður hlusta á því. En því miður, Geir, þeir eru búin að hafa þennan tíma sem þeir eru búin að hafa. Þjóðin hefur ekki þá tilfinningu að það sé að ganga mikið undan ykkur. Og þegar ríkisstjórn í þessu ástandi sem hún er orðin biður vinnufrið, þá er fyrsta spurningin, býtu vinnufrið til hvers? Hvað er verið að gera? Af hverju gengur þetta svona óskaplega hægt? Og það skildi nú ekki bara að fara svo að ný fersk stjórn sem hefði afmarkaðan starfstíma, hún gengi vasklegar í þá hluti sem þarf að gera til þess að við getum haldið utan heimilin, fjölskyldurnar og samfélagið í þá kannski 2 mánuði sem það tekur að kjósa. Og svo vil ég færa fram ein mjög veigamikil rök fyrir kosningunum. Og þau eru náttúrulega það sem þá tekur við. Þá tekur við ný ríkisstjórn með nýtt umboð frá þjóðinni og vonandi hana alla á bakvið sig til að ráðast í það risavaxna verkefni sem framundan okkur er að endurreisa Ísland. Og það er dýr hver vikan, hver mánuðurinn sem líður í einhverju tómarúmi og ráðleysi og tefur fyrir því að við getum hafist handa á þeim grunni. Já, en bara að því að Geir var að spyrja þig og þú svaraði því ekki. Já. Hvað ætlar að gera með Alþjóðagjaldeyrissjóðinn? Við erum komin aðeins inn í það prógram. Það er engin vafi að í okkar hugum þingflokks Vinstri grænna væri æskilegast að komast út úr því aftur, skila lánunum ef við getum, til þess að losna undan þvingunarskilmálunum sem á okkur eru settir. Til dæmis þennan sársaukafullla niðurskurð í Hvað ætlar þá að gera í staðinn? Það er allir sammála það sem voru málsmetandi hagfræðingar að við þurftum Alþjóðagjaldeyrissjóðinn til þess að skapa trúverðugleika hér. Sko, lausn ríkisstjórnarinnar hingað til hefur verið að hörfa úr einu vígin í annað, gefast upp og taka lán.
og ríða landinu skuldbindingar sem að verða svo miklar að það vandséð að við ráðum nokkuð tíma við þær. En einhverja betri lausnir? Það nú ekki sterk rök að segja að það með ekki trufla ferli hjá ríkisstjórnin til þess að hún geti tekið meiri lán. Já, en þú hefur ekki verið að koma fram með einhverja konkrét lausnir í staðinn fyrir það sem að þú vilt meina ríkisstjórnin sé ekki gera. Við höfum ekki setið við stjórnborðið. Við höfum ekki annast samskipti við erlend nágrannaríki eða alþjóðlegar stofnanir. Þannig að við höfum ekki verið aðstöðu til þess að láta það reyna hvort að önnur úrræði væri möguleg. Við lögðum þau til í október. Það veit sá sem hér situr á móti mér manna best. Ég barðist fyrir því með kjafti og klóm fyrir hluta októbermánaðar að við leituðum formlega til Noregs stuðning og bæðum þá að samræma norræna aðstoð. Þetta hefur farið í þennan farveg og ég vil þá segja það að lokum að við myndum ekki taka neina skyndiákvörðun að segja upp þessu prógrami. Við myndum fá Alþjóðagjaldeyrissjóðinn hér til þeirra viðræðna sem hann hvort sem að mæta til og vinna úr því máli í samræmi við áherslu nýrrar ríkisstjórnar. Þú veist vel að þetta sem þú segir lánin ekki rétt. Við erum að taka lán til að byggja upp varasjóð. Við erum ekki að taka eyðslulán eða lán sem að ætlunin að nota til þess að fjármagna innflutning eða ríkissjóðshallan eða slíkt. Við viljum bara hafa þessi lán ef á þarf að halda á gjaldeyrismarkaðnum. Þetta liggur allt fyrir. Þess vegna það mjög villandi að tala lánin með þeim hætti sem þú gerðir og að gera ekki greinarmun á brúttólánum og svo nettólánum og hvaða þessu síðan fer í notkun og hvað ekki. Þannig að þetta er mjög áráðuskenndur Má ég þá útskýra þetta? Ég að tala pakkan í heild sinni, ég að tala Icesave ósköpin sem töpuð króna í hafið, 700 milljarðar sem þeir hugsa ykkur að fara að taka við og setja á þjóðarbúið og borga vexti í nokkur ár, þangað til að einhverjar eignir fara að reytast upp í. Ég að tala alla innlendu lántökuna eða skuldabréfútgáfuna sem verður vaxtaberandi skuldir og ég að tala erlendu lánin frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og erlendu seðlabönkum sem verða einhver liti vaxtaberandi að minnsta kosti og að því marki sem við þá notum þau, eitthvað sem við notum hér. Ég gerir mér alveg grein fyrir eðlismunum á þessu Geir. Ég vel inn í þessu málum og ég sé ekki bara ekki fyrsti maðurinn sem hafði kjark í mér til þess að leggja þessar tölur saman og sagði hér í ríkisútvarpinu í viðtali fyrir jól að þetta væru af stærðargráðan 2135 til 2300 milljarðar króna og nú erum við komnir með þá tölu á blað. En það náttúrulega, þú veist, þetta svona einhver brúttótala, við vitum ekki til dæmis hvað kemur mikið upp í þetta á eignum Landsbankans og við vitum líka að stór hluti þarna millifærsla í bókhaldi ríkissjóðs. Ríkissjóður leggur seðlabankanum til fé. Það ekki stór vandamál efnahagslegt hérna innanlands þó að það sé gert. En það mikill eðlismunur á því. En mér langar að spyrja þig að lokum, Geir, það verið að kalla eftir kosningum en það líka verið að kalla eftir því að menn sæti einhverja ábyrgð og það engin ráðherra hætt, Seðlabankinn situr ennþá óhreyfður, fjármálaeftirlitið situr ennþá óhreyft. Þarft þú ekki að bregðast við núna ef þú ætlar að sitja fram? Sko það ekki hægt að kenna þeim einstaklingum sem að sitja í þessum stofnunum persónulega það sem gerst hefur. Nei, en hvort það verði einhverjar skipulagsbreytingar það er búið að spyrja þessu oft mig. Finnst þér í alvöru að það þurfi ekki að gera neitt? Það má vel vera að það þurfi að gera einhverjar breytingar og það getur vel verið að þær verði gerðar árið mjög langt líður. Sko, þú ert ekki bara í afneitun á ástandið. Ég menn það þetta sem að fólk að biðja að einhver sæti sýnilegri ábyrgð. Já, ég veit ekki hvort að það að endilega sæta ábyrgð þó að við gerum slíkar breytingar en þetta kemur allt til greina og allt til skoðunar á milli flokkanna. Já, þau búið skoðanir í 3 mánuði. Hvenær megum við eiga von á einhverju niðurstöðu í þessu? Það sem okkur hentar. Heitir þetta ekki bara ákvörðunarfæri? Nei, þetta bara að bak við þetta eru ýmsar ástæður sem hafa valdið því að það hefur ekki verið að gera þær breytingar sem þú ert að tala um. Sem að aðeins þetta, af því ég tala nú við mikinn fjölda og við örgulega báðir, við erlendra blaðamanna og fréttamanna og sjónvarpsmanna nánast á degi hverjum. Það vekur alveg forundran þeirra þegar þeir átta sig á því og uppgötva það. Það engin einasti maður sagt af sér. Engin ráðherra, engin úr Seðlabanka eða fjármálaeftirliti eða annar staður úr viðskiptalífinu, fjármálaheiminum sem ber ábyrgð á þessu. Þeir ætla að trúa því. Og ég vil líka segja, tengist kosningunum, eitt mikilvægasta verkefni í íslensku samfélagi núna að endurheimta traust. Það gerum við auðvitað með kosningum en líka með því að menn axli ábyrgð og leggi sitt af mörkum þannig til þess að við getum endurmannað ríkisstjórn og mikilvægar stofnanir þannig að þjóðin treysti því og hún geti fyllt sér að baki nýrri forystu á þessu sviði. Takk fyrir komuna. Sömuleiðis. Takk.
Og eftir augnablik skiptum við yfir í Þjóðleikhúskjallarann en eftir stuttastund hefst þar fundur stjórnar Samfylkingafélags Reykjavíkur. Ræðum við 2 menn sem haldaði fram að lögregla hafi beitt þá miklu harðræði og spyrjum yfirmann lögreglunar út í þessi tilvik. Eftir augnablik hefst fundur hjá Samfylkingafélagi Reykjavíkur og það búist við miklum hita á þessum fundi og Helgi Seljan á staðnum. Að segja að mótmælin hafi skipt stað eftir að fréttist á þessum fundi Samfylkingarinnar hérna í Þjóðleikhúskjallaranum. Mótmælendur komu hingað fyrir það bil 10 mínútur síðan og síðan hefur gengið töluvert illa að koma fólki hérna inn í húsið. Mótmælendur byrjuðu nú reyndar á að fara inn í Þjóðleikhúskjallarann en komu svo tilbaka. Það er ljóst að það er von á talsverðum hitafundi hér hjá Samfylkingunni en það nú ekki að ræða mikið við marga Samfylkingamenn til að komast að því að þar eru menn orðnir frekar þreyttir á þessu stjórnarsamstarfi eins og þeir orðuðu það við mig hérna áðan. En við munum koma þeim aftur inn á eftir og fylgjast með gangi mála og heyra í einhverjum fundargestum en fundurinn hefst ekki fyrir 8:30 en mótmælin eru hér við Þjóðleikhúskjallarann núna. Já, við skiptum þangað á eftir en Jóhannes Kjartansson handleggsbrotnaði eftir að lögregla sló hann við kylfu að hans sögn í gær við Austurvöll. Hann segist ekki hafa ögrað lögregluna á neinn hátt heldur hafi hann lent inn í hópi lögreglumanna sem reyndi að koma fólki sem var í haldi inn í lögreglubíl. Jóhannes er sleginn yfir aðgangshörku lögreglunar og Ragnhildur Steinun hitti Jóhannes í dag. Hversu margir leituðu hérna á slysa- og bráðadeildina í gærkvöldi eftir mótmælin? Það komu 6 hérna frá Austurvelli. Og hvernig meiðsli voru það? Ja, það voru nú mest smávægileg eymsli, pústrar og þetta var alltaf með piparúðan, en það var einn handleggsbrotinn. Já, ég er handleggsbrotinn eftir Hasana í gærkvöldi. Já, ég var staddur á horninu þetta er ekki Templarasund og græna húsið við hliðina á þinghúsinu. Og ég veit ekki fyrir en bara að koma fleiri lögreglunar hlaupandi út úr þinghúsinu, út úr aðalinganginum og í áttina að mér og svo bara veit ég ekki fyrir en ég er staddur sitt inn í bara lögreglugeri bara, ég veit ekki hvað voru 20-30 bara kringum mig og svo veit ég ekki fyrir en ég fæ bara sitt högg í síðuna svona karatispark frá einum svartklæddum stórum og ég féll sem þetta í jörðina og náttúrulega reiðin alveg gaus upp og ég ætlaði að standa upp og þá sem lemur hann með þessi kylfunni og ég bar fyrir mig hendina og þannig að það lenti á hendinu kylfan og braut hana bara og svo náttúrulega datt ég í götuna og þá fóru þeir að sparka í mig Lögreglumennirnir? Lögreglumennir, já. Ögraðu þeim með einhverjum hætti? Ekki svo ég veit ekki neitt, ég stóð bara hérna og var að bíða þegar þau verðum bara leiðin í burtu það var með að borða. En þú varst væntanlega búin að vera að taka þátt í mótmælum þarna fyrir daginn. Já. Á hvaða hátt tókstu þátt í mótmælum? Ég bara gekk í kringum húsið með öðrum friðsælum mótmælum og bara fylgjast með og vera á staðnum og sýna samstöðu. Hvað ætlar að gera í málinu? Já, ég er búin að spyrja eða hringt í lögfræðistofu og þeir segja bara að gleyma þessu. Það þýðir ekkert að sækja á valdstjórnina. Það er bara eins og að kasta peningunum út í gluggann. Þannig að þetta verður bara maður verður bara að gróa sínu sárum og reyna að gleyma þessu fljótt og hægt er. Eða vonandi þú verður eitthvað nýtt í framtíðinni sem að getur hlakað til annað en þessi spilling sem við höfum verið að búa við undanfarin ár. Ljósmyndarinn Óskar Hallgrímsson segir að lögreglumaður hafi hótað sér lífláti myndan birta ljósmyndir sem hann hafi tekið á mótmælunum í gær. Óskar var einn þeirra sem var handtekinn með Austurvöll í gær en þar var hann við ljósmyndastörf. Myndavél hans var tekin af honum og að hans sögn var búið að eyða út öllum myndum þegar hann fékk vélina tilbaka að lokinni yfirheyrslu. Helgi Seljan og Gaukur Úlfarsson hittu Óskar í dag. Ég beygði mig bara niður til að ná betra sjónarhorni og tek mynd bara svona upp og næsta sem ég veit bara er það að manneskjan sem ég er, að maðurinn sem ég er að taka mynd af kemur og rífur í mig og rífur mig í gegnum þessa víglínu hinum með mig, tekur í hálsmálið og hristir mig alveg svona til og öskrar á mig ægið sem best mann orðrétt
þetta snertir ekki bara mig, heldur fjölskyldu mína. Ef þú birtir þessa mynd, þá drep ég þig. Ég veit alveg hver þú ert, eða ég kannast við þig. Og síðan bara veit ég ekki meira, heldur en mér bara skellt í járn. Og settu bara þarna bakvið með mótmælendunum sem voru búið að handtaka þarna, þessum 10-15 sem voru komnir þá. Síðan ég færður þarna með valdi niður í kjallarann og við látið sitta þar á gólfinu, handjárnaðar allan tímann. Síðan erum við farið með okkur niður á stöð í lögreglubílunum hérna. Og kannski segja frá því að þegar við komum í bílana þá var lögreglumaður með við hlið og það heyrðist í talstöðinni sko, mér fannst það svolítið ókveikjandi að það heyrðist í talstöðinni, þú veist, noti kylfunnar, ekki vera hrædd við að nota kylfunnar og alveg mjög hátt öskraði við í talstöðinni sko, noti kylfunnar og fer ég síðan í skýrslutöku, það fyrstu sem settur í skýrslutöku, ég fer hérna hjá varðstjóra og ég segi hann nákvæmlega hvað kom fyrir, hvernig var talað við mig. Mér hefði basically hótað, bara morðhótun, ef ég myndi birta þá mynd sem ég tók að þessum ákveðnum. Og sá hann nákvæmlega hvað hefði gerist og hann með mig að eiga það. Hann tók það og sagði að þetta væri grafalvarlegt mál og þetta mætti alls ekki koma fyrir. Og rauninni baðst bara afsökun á þessu. Líka það hefði verið fyrir hönd lögreglunnar eða ekki, en hann gerði það. Síðan var ég alltaf að biðja að fá myndavélina minn tilbaka áður en mér við sleppt. Það var eitthvað við sem vissi ekki hvað hún var og síðan var mér sagt hún væri á tæknideild. Væri búið að færa hana þangað. Og ég fer þarna með þessum ágæta varðstjóra eða ég held að hann hafi verið varðstjóri sem tók skýrsluna mér og hann tekur við myndavélinni með mér frá einhverjum yfirmönnum þarna í tæknideildinni og ég ætla að sýna honum myndina, síðustu myndina sem ég tók áður en að ég var tekinn. Sem þá af þessu lögreglumanni? Sem þá af þessu lögreglumanni. Ég ætla að sýna honum hvaða lögreglumaður þetta væri sem hótaði mér. Og ég ít á sína myndatakan og þá kemur það í ljós að það stendur bara no image. Það búið að formata kortið. Bara eyða öllu út af kortið? Eyða öllu myndunum út af kortið. Hvað, ætlar þeir að gera eitthvað í þessu? Ég rauninni veit það ekki sko. Ég veit ekki alveg hver minn réttur er. Ég eiginlega bara vildi segja frá þessu. Það svona aðalega það sem ég vildi segja. Ég náttúrulega tók kortið sem var búið að eyða út af og fór náttúrulega bara með heim í tölvuna og náði bara myndunum að því aftur. Það alveg hægt að ná einum skrám út af og ég náði þessa mynd og ég sett hana bara á netið. Og ég læt ekkert ógna mér svona. Ég hræðist ekki hennar lögreglumann og mér finnst mjög slæmt að lögreglumaður skuli persónu gera starfið sitt svona með því að hóta því að þetta komi nálægt fjölskyldun hans og gera það að það sem ég sé að gera sé eitthvað slæmt. Einu sem ég er að gera, ég er bara svona heimildavinnu. Ragnhildur Steinunn bar þessar tvær frásagnir undir Stefán Eiríksson lögreglustjóra fyrr í dag og byrjaði að spyrja hann út í frásögn Jóhannesar Kjartanssonar sem handleggsbrotnaði þegar lögreglan sló hann með kylfu í gær að hans sögn. Stefán tók það fram að hann þekkti ekki þetta einstaka tilvik. Ef að menn eru í nágrenni við staði þar sem að einhverja svona uppákomur eru í gangi, að þá skapast óneitanlega hætta og fólk sem ekki er að hafa sig fram í mótmælum eða stendur bara og er að fylgjast með, getur þar að leiðandi orðið fyrir einhverju tjóni af þessu tagi. Hvatti lögreglumenn til þess að nota kylfur í gær? Það var engin hvattur til þess að nota kylfur en það voru gefnar út heimildir fyrir menn til þess að beita bæði varnarúða og kylfum í gær. Við höfum auðvitað heyrt af ýmsum lýsingum og kvörtunum manna það að lögreglan hafi gengið of hart fram en ég hef af þessu tilefni og sagt það áður að það sé nauðsynlegt fyrir alla þá sem telja að lögreglan hafi gengið of langt að kæra þau tilvik til ríkissaksóknara. En komið þið ekki til með að rannsaka svona alvarlegar ásakanir þó svo aðilar kæri ekki? Ef það eru grunnsemdir uppi það að lögreglan hafi brotið lög þá er það ríkissaksóknari sem að rannsakar það en við í öllum tilvikum förum yfir atburðarásina í heild sinni og skoðum hvernig til tókst af okkar hálfu, hvaða mistök við gerðum í ferlinu því að við gerum alltaf mistök. Hafið þið gert mörg mistök í
þessum mótmælum? Ég tel að þetta hafi nú gengið að mestu leyti þannig fyrir sig að við höfum ekki gert mistök, en við höfum gert mistök í einhverjum tilvikum og reynum einfallega eins og allir aðrir að læra af því. Sem aðeins sem handleggsbrotnaði, hann ráðfæri sig við lögfræðing í dag. Já. Sem að beinlínis ráðlagðunum að kæra ekki þar sem að það væri eiginlega ómögulegt að höfða mál gegn valdstjórninni. Það er náttúrulega alveg fráleitt með öllu að lögmaður skuli gefa slíka ráðleggingar. Ég ráðlegg þessum manni eindregið að kæra þetta til ríkissaksóknara því það er að sjálfsögðu líka óþolandi fyrir lögregluna að sitja undir ásökunum harðræði og lögbrot sem að menn fylgja síðan ekki eftir með kærum. Ef við færum okkur yfir í frásögn þessa drengs sem er handtekinn, þessi ljósmyndari sem að lendir síðan í því það er búið að eyða öllum ljósmyndum af myndavélina hans, hefur lögreglan einhverjar heimildir til þess að eyða slíkum svona heimildagögnum eða jafnvel sönnunagögnum fyrir þennan dreng? Það er ekki hlutverk lögreglu að eyða ljósmyndum úr myndavélum manna, það er alveg ljóst. Og hefur þið heyrt þetta mál niður á stöð? Já, við höfum heyrt þetta, við lásum það og fengum ábendingu það að menn hefðu verið að skrifa þetta á bloggsíðum og settum þegar í gang athugun á því hvað þarna gæti verið á ferðinni því að þessar myndir eyddust ekki betur en svo að þær eru allar tiltækar. Þannig að þau gögn og upplýsingar sem þar eru inni eru fyrir hendi. En við að sjálfsögðu skoðum þetta eins og annað og ef að þarna hefur einhver lögreglumaður farið út fyrir sitt verksvið þá verður tekið á því. Hann lýsti því að lögreglumaður hefði hótað sér lífláti ef að þessar myndir yrðu birtar. Hvernig takið þið á slíku? Það er auðvitað með miklum ólíkindablæ að lögreglumaður hagi sig með þessum hætti en það er auðvitað alvarlegt ef rétt er. Hvernig sérðu þið fram á kvöldið? Eigið þið eftir að færa ykkur yfir í meiri mannafla og jafnvel annan búnað til þess að halda öllu í skefjum í kvöld? Ég þori ekki að segja til það á þessari stundu. Við tökumst bara á við þau verkefni sem við okkur blasa á hverjum tíma.